Komið þið sæl og góða kvöldi, verið hjartanlega velkomin á 50-dagsfund Frelsiskirkjunnar. Ég heiti Sara Pálsdóttir, með mér er Einar Gautur, maðurinn minn, og yfirskrift fundarins í kvöld er líf í hinni ósýnilegu veröld. Og ég ætla að byrja á því að biðja fyrir fundinum. Já, Faðir, ég bara biðja fyrir þessum fundi, þessari stund og hugleiðslubænin og eftir. Í Jesú nafni þakka ég fyrir að þú ætlar að gera stórkostlega lækningu, umbreytingu og blessun í hjarta hverjar einustu manneski sem að hlusta núna. Þú, Faðir, veist hvað hvert og eitt okkar þarfnast núna og í Jesú nafni þá bara bið ég þig að veita okkur það sem við þörfnumst núna í gegnum þessa stund, í Jesú nafni. Og ég bið að opna augu þar sem augu þurfa að opnast og ég bið að hjálpa okkur að sjá það sem þú vilt að við sjáum, það sem þú vilt sýna okkur í Jesú heilaga nafni. Amen. Amen. Verið hjartanlega velkomin og rosalega gaman að sjá okkur öll. Okkur þykir ótrúlega vænt að fá að eiga þessar stundir með ykkur og okkur þykir vænt það hvað þær hafa vaxið mikið og halda áfram að vaxa í hverri viku. Það eru komnar í nokkra fyrirbænir og við ætlum að biðja fyrir fólki í lok stundarinnar en við erum alltaf með hugleiðslu bæn. Og þar erum við að hugleiða orðið og biðja saman og það er það sem við erum einmitt að stíga inn í hinn ósýnilega heim og starfa þar með Guði. Og það er svo mikilvægt að við áttum okkur á því að við lifum ekki bara í heimi, þessum sýnilega heimi sem við sjáum með augunum, þessum efnislega heimi. Við lifum líka í heimi eða veruleika sem er ósýnilegur okkar náttúrulegu augum. Hann er samt raunverulegur og í rauninni raunverulegri heldur en þessi efnislegi, sýnilegi heimur, heldur en það sem við getum snert, þreifað á, fundið lykt af, séð með augunum og mælt. Og Biblían kennir þetta mjög skýrt. Hún segir að hið sýnilega er stundlegt en hið ósýnilega eilíft. Hið sýnilega í þessum efnisheimi er forgengilegt en það sem er í hinni ósýnilegu veröld er óforgengilegt. Og þetta er meðal annars í öðru Kórinthubréfi 4. kafla í 18. versi og þar segir: jafnvel þótt minn ytri maður hrörni, þá endurnýjast dag frá degi minn innri maður. Þrenging mín er skammvinn og léttbær og aflar mér eilíðar dýrðar sem stórum yfirgnæfir allt. Ég horfi ekki á hið sýnilega, heldur hið ósýnilega. Hið sýnilega er stundlegt en hið ósýnilega er eilíft. Og Biblían kennir okkur líka að Jesús Kristur er ímynd hins ósýnilega Guðs. Guð er ósýnilegur. Og í honum hafi allt verið skapað, bæði hið sýnilega og hið ósýnilega. Og það fjallaði þetta meðal annars í Kólossisbréfinu í 1. kafla, þetta er 15. til 17. vers, það segir: enda var allt skapað í honum, í himnunum og á jörðinni, hið sýnilega og hið ósýnilega, hásæti og herradómar, tignir og völd. Þannig að orð Guðs sem er sannleikurinn sjálfur tekur allan vafa af það að það er til ósýnilegur heimur sem við sjáum ekki með okkar náttúrulegu augum. Og Biblían hún kennir líka að þessi andlegi heimur eða þessi ósýnilega veröld, á ensku er þetta stundum kallað spiritual realm, sem er svona andleg veröld eða andlegur heimur, að hann er ekki eitthvað auka atriði eða einhver afleiðing af þessum efnisheimi, heldur einmitt þveröfugt. Hann er grunnveruleiki sköpunarinnar og allt sem gerist í hinu sýnilega, í þessum efnislega heimi, á sér rætur, áhrif eða samhengi í hinum ósýnilega heimi, í hinni ósýnilegu veröld. Og í þessu felst, ef það er eitthvað til í þessum efnislega heimi, þá er einhver orka, einhver kraftur til staðar í hinum ósýnilega heimi sem er að skapa það. Og það er svo magnað að eftir því sem að vísindunum fleygir fram, þá eru vísindin alltaf að sanna betur og betur það sem Biblían er búin að vera að segja okkur í mörg þúsund ár. Meðal annars það að það er til ósýnilegur orkuheimur. Þetta er stundum kallaður orkuheimur, andlegur heimur, ósýnilegur heimur, það skiptir ekki öllu máli hvaða hugtök við notum þetta. Og vísindin hafa staðfest að þessi ósýnilegi heimur sé til og í honum er allt orka. Og þegar við förum að skilja valdið sem Guð hefur gefið okkur í þessum andlega heimi,
vald yfir orkun okkar og orkun í kringum okkur, að þá fyrir við að skilja þau mögnuðu áhrif sem að við höfum á okkur sjálf, okkar heilsu, okkar líðan, okkar líf og kringumstæður okkar, framtíðin okkar og það sem koma skal. Það þegar við öðlumst þennan skilning sem við fyrir að geta tala við fjallið og það steypist í hafið. Hvort sem að fjallið erfiðleikar, veikindi, þrengingar, ágreiningur, kvíði eða ótti eða eitthvað annað. Alveg eins og Jesús kennir í orðinu sínu. Og þú getur verið vel upplýstur efnislega hluti en samt mjög blindur á lífið ef að þú skilur ekki þennan ósýnilega heim og lögmál Guðs sem að gilda þar. Og þú getur verið rosalega vel menntaður, algjör sérfræðingur á okkur ákveðnu sviði en samt sem áður haft rosalega takmarkaðan skilning á því af hverju veröldin eins og hún af hverju eru manneskjur eins og þær eru, af hverju nýtur einn velgengni en öðrum gengur rosalega illa, af hverju einn veikur og annar heilbrigður og svo framvegis. Og þegar við vitum ekki af þessari ósýnilega andlegu veröld og skiljum ekki lögmálin, þá erum við að missa af stórum hluta af því valdi og því vali sem Guð gaf okkur í gegnum frjálsa viljan sem hann gaf okkur. Og þá erum við líka að missa af stórum hluta af þessum áhrifum sem við getum haft á okkur sjálf, okkar eigið líf en líka veröldinni kringum okkur. Og það sem gerist að við förum að einblína á hið efnislega og rembast við að reyna að ná fram breytingum, vexti, þroska í þessum efnislega heimi, í umhverfinu okkar, í kringumstæðunum okkar, í staðins að horfa inn á við, horfa á Guð og gera þessar breytingar og þennan þroska og vöxt í hinum ósýnilega heimi sem leiðir sjálfkrafa til breytinga í þessum efnisheimi. Að fylgja mér. Þegar við erum að reyna að ná árangri en við erum að gera það í efnisheiminum frekar en í ósýnilega heiminum eða orkuheiminum, þá erum við ekki að vinna með orsökina heldur afleiðingarnar, af því að orsökin alltaf í hinni andlegu veröld. Og útkoman verður þá sú mjög oft að við erum að hlaupa og hamast og berjast og rembast til þess að reyna að ná fram einhverjum breytingum, ná einhverjum markmiði, ná einhverjum árangri en við náum ekki að komast þangað. Eða þá að árangurinn verður miklu minni en ella. Eða þá að hann tímabundinn og svo fyrir við aftur í sama farið. Og ég veit að það eru margir sem að hafa á einhverju sviði í sínu lífi upplifa þetta. Og Biblían gefur okkur ákveðna formúlu eða ákveðna visku til þess að ná árangri og hluti af því að vita hvernig hinn ósýnilegu heimur virkar og hvernig við getum starfa þar til að öðlast það líf, þann árangur sem við viljum öðlast í okkar lífi. Þannig að í dag ætlum við að tala nokkuð meginatriði, meðal annars hvað og hver hinn andlega veröld hvað gerist þar og hvaða lögmál gildar, hvaða vald við höfum inn í hinum ósýnilega heimi vegna krossins og þess sem að Jesús gerði og líka hvernig þetta vald notað rétt eða rangt. Við ætlum að skoða hvernig við gerum jákvæðar breytingar í hinu ósýnilega og hinu sýnilega og hvernig við dveljum í þessum ósýnilega heimi með bæn og hugleiðslu. Og þegar við tölum hinn ósýnilega heim eða orkuheiminn, þá áttum við okkur á því að þar allt orka og vísindin hafa sýnt fram á það að við erum orka, líkaminn okkar orka. Ef þú myndir taka hendina þér og smækkana, ég veit ekki hvort það 500.000 sinnum eða hvernig þetta mælt í vísindunum, þá er hún bara svona gegnsæ og það eru bara svona orku einingar sem að hreyfast og flæða og orkan flæðandi og þetta bara hardcore vísindi sem eru búin að sýna fram á þetta og við þurfum að átta okkur á þessu að þetta orka sem að við höfum vald yfir og við erum að starfa í hinu ósýnilega allan daginn, alla daga, hvort sem við erum meðvituð það eða ekki og það er svo mikilvægt að við séum meðvituð svo við séum ekki að starfa með þeim hætti að við séum að skaða okkur sjálf eða jafnvel aðra. Og það talaði þetta í Hebreabréfinu í 11. kafla 3. versi þar sem segir að hið sýnilega var til úr hinu ósýnilega. Þetta enn Guð aftur að staðfesta
Hið ósýnilega kemur fyrst, síðan manifestast það inn í hið sýnilega. Þannig að efnisheimurinn, þannig að hið andlega kemur á undan hinu efnislega og efnisheimurinn er afleiðing af því sem er að gerast í orkuheiminum eða í ósýnilega heiminum. Þar er rótin. Þannig að Biblían segir okkur að baráttan sem við eigum í er ekki við menn að holda blóði, heldur við tignir og völd, andaveru vonskunar í himingeimum. Það talaði þetta í Efesusbréfinu í 7. kafla, 12. versi. Og þetta þýðir ekki að allt séu illir andar og púkar og einhverju djöflar. Það er ekki það sem þetta vers er að segja, heldur að rótin er í hinum andlega heimi. Þannig að þegar einhver manneska kemur til þín og hellir sig yfir þig eða meiðir þig eða skaðar þig, þá er einhver rót til staðar í hinum andlega heimi. Einhver orka sem er að skapa þetta. Og Guð er að segja, aldrei rífast við menn, ekki deila við menn, deildu við Guð. Sál glímdi við menn og hann féll. Jakob, hann glímdi við Guð og hann reis upp, fekk nýtt nafn og umbreyttist á jákvæðan máta. Ekki rífast við menn, ekki fókus á vandamáli í efnisheiminum og byrja að reyna að tala um það, leysa það, vinna úr því. Talaðu við Guð. Talaðu við Guð. Og í orðskvönum segir að við erum að varðveita hjarta okkar framar öllu öðru af því að þar eru uppsprettur lífsins. Þannig að við þurfum að skoða hjarta okkar með Guði daglega. Þetta er dagleg iðkun, þetta er lífstíl. Og ég elska orkuheiminn eða hina ósýnilegu veröld af því að það var nákvæmlega þar sem að Jesús Kristur mætti mér í fyrsta skipti á minni ævi. Ég sá hann. Ég var í hugleiðslu og ég var í bæn og þetta var leidd hugleiðsla sem átti að leiða mig að mínum andlega leiðtoga og ég var að fara yfir svona engi og yfir brú og það var þoka og svo hinum megin átti og ég sá hann. Og hann var svo ljóslifandi og raunverulegur og fallegur og lýsandi giltur og hvítur og ég fann bara kærleikann og ég fann friðinn og ég bara grét. Ég aldrei á ævinni séð neitt eins fallegt og stórkostlegt. Og af því að Jesús mætti mér þarna í hinni ósýnilegu veröld í fyrsta sinn, það hefur mitt samband og samfélag við hann, það gerist vorið 2019, fyrst og fremst átt sér stað inn í þessari ósýnilegu veröld. Og þess vegna legg ég svona mikla áherslu á og við í Frelsarskirkjunni og hugleiðslu bæn af því að þar erum við að eiga samfélag við Guð inn í hinni ósýnilegu veröld. Og þegar Jesús mætti mér og ég byrjaði að trúa á hann og ég endurfæddist og þá breyttist ég. Allt í einu fór ég að vilja lesa í Biblíunni. Ég hafði aldrei haft löngu til þess að lesa í Biblíunni á ævinni. Og það getur enginn sagt mér að þetta hafi komið neins staðar annars staðar frá heldur en þessum nýja anda sem að Jesús fæddi inn í mig þegar ég endurfæddist. Og ég fór að vinna með Guði að hreinsa hjarta mitt. Alltaf þegar ég spurði Guð, ég var að glíma við eitthvað, það kom upp eitthvað kvíði eða ótti eða eitthvað vandamál með barnið mitt. Og ég fór að biðja fyrir þessu, ég fór að leita til hans og ég fór inn í þessa ósýnilegu veröld að tala við Jesú og svarið var alltaf lítt inn í hjartað, lítt inn í hjartað. Og það sem ég gerði í hugleiðslu bæninni var að ég sá fyrir mér Jesús og ég var þarna hjá honum og ég sagði, ég tek ákvörðun frá hjartanu, ég fer inn í hjartað mitt núna til að sjá það sem þú vilt sýna mér. Og ég sá bara sýn og ég og Jesús við löbbuðum saman inn í hjartað mitt og Jesús sýndi mér einhverja rót og það var yfirleitt alltaf einhverjar illar hugsanir, vantrú eða einhver lastmæli sem ég hafi verið að tala út. Það var einhver vantrú í hjartanu mínu gagnvart því hver Guð var eða hvernig hann var sem var að skapa eitthvað myrkur sem var að koma út úr hjartanu mínu og manifestast inn í þessari efnislegu veröld. Og þegar við erum að glíma við þrengingu og erfiðleika og vandamál þá er Guð að tala til okkar og það er þess vegna sem við erum að bregðast við með því að gleðjast og fagna og þakka Guði fyrir að því að hann er að gera eitthvað í hjartan okkar. Hann er að tala til okkar. Hann er að móta og styrkja og efla trúna í hjartan okkar og trúartrausti sem við höfum til hans og líka leið draga okkur nær sér svo að við þekkjum hann betur. Svo við lærum hver hann er. Amen. Og
í Sálmi 77, þar Davíð að yrkja þetta samfélag við Guð og hann segir hérna í 7. Þetta Sálmi 77, 7. vers: Ég hugsi nætur, hugleiði í hjarta mínu, grandskoða hug minn. Af hverju hann að grandskoða hug sinn? Af hverju hann að hugleiða í hjarta sínu? Hann að leita í hjartanu sínu, að rótinni, að því sem hann að glíma við. Og hann fer í þessa vegferð með Guði. Þetta rosalega fallegur sálmur og gott að skoða þennan sálm. Hann að grandskoða huga sinn, af því að ef það eitthvað í líf okkar sem óheilbrigt, ef einhver vandamálega þrengingar, þá einhverja hugsanir sem að koma úr hjartanu okkar sem að skapa. Hver hugsun orka og það sem við hugsum aftur og aftur og aftur og aftur eitthvað sem við trúum í hjartanu. Og það orka og kraftur sem að skapa eitthvað inn í líf okkar, hvort sem það gott eða slæmt. Amen. Og þannig að þessi ósýnilegi veruleiki, hann til og það er ekki bara orka, það eru líka verur, eins og englar, það er ríki Guðs, það er heilagur andi, hann lifir þar og starfar þar, það er vald nafns Jesú og við sem manneskjur andlega verur. Við ekki líkami, það er þessi efnislegi partur af okkur, en við sál og við andi. Þú getur ekki séð sálina með augunum, en hún samt til. Við getum ekki séð andan okkar með okkar holdlegu augum, en hann samt til og hann raunverulegur. Og það það sem við raunverulega og sá partur af okkur starfar í hinum ósýnilega heimi og lifir þar. Og ef við skiljum ekki hvernig þessi ósýnilegi heimur virkar eða lögmálin þar, þá fyrir við að nota alls konar aðferðir við að breytast eða ná árangri sem bara ekki að virka. Eins og til dæmis það að fókus á vandann, tala endalaust hann og reyna að laga það sem að. Fókus á allt sem að, tala það og reyna að laga það. Það ekki leiðin til árangurs. Það eina sem það gerir að stækka vandann. Því meira sem hún talar eitthvað, fókusar á það, hugsar það, því stærra verður það af því að þú ert að fóðra það. Við með vandamál og þið bara ímyndið ykkur, þetta bara kúla af einhverja neikvæðri orku, einhverju myrkri. Og þú byrjar að hugsa það, tala það, fókusa á það, þá ertu að fóðra það. Þú ert að senda orku og kraft í það og þá stækkar það. Og það versnar. Ég að fylgja mér. Þannig að hættum að tala vandamálin, hættum að tala veikindin, hættum að tala það aftur og aftur hversu illa okkur líður og hversu erfitt við eigum það. Hættum að tala allt sem að í þessu samfélagi eða hvað að hjá stjórnvöldum og svo framvegis. Ekki fókusa á vandamálið, ekki fókus á kringumstæðurnar og meta út frá þeim. Guð segir að jákvæðar breytingar fást með því að taka ákvörðun það hvernig viljum við hafa hlutina, skrifa það niður, tala það út í trú. Amen. Amen. Af því að Guð skapar eitthvað nýtt. Hann lagar ekki það gamla sem eitthvað hann skapar nýtt. Og það tekur við. Og þetta á við hvort sem að ræða heilsu, árangur, fjölskyldu, vinnu, samfélag okkur við Guð og svo framvegis. Og það rosalega mögnu frásögn í annarri konungabók í 7. kafla. Þetta 16. vers og áfram og það sagt frá því þegar konungur Aramea sendir mikið herlið og eftir spámanni Guðs Elísa. Og hann ætla bara að ná honum og handtaka hann af því að Elísa að skemma svo mikið fyrir konungnum að honum finnst. Og það mætir mikill her konungs í borgina þar sem Elísa dvelst og þegar Elísa vaknar á samt þjónu sínum og þeir bara þetta 2, þá horfa þeir út gluggan og þá sjá þeir þennan mikla her með ótal hesta og hervagna og þeir búin að umkringja borgina. Og þjónn Elísa, hann horfir út gluggan og hann sér bara vandamálið. Hann sér óvina herinn, hættuna, hann sér að þeir umkringdir og að þeir bara 2 menn með þennan heila her á móti sér. Hann sér það sem augans horfa á í þessari efnislegu veröld og hann segir, æ herra, hvað eigum við nú að gera? En Elísa svarar, vertu óhræddur, þeir sem með okkur fleiri en hinir. Síðan baðst Elísa fyrir og sagði, drottin opna augu hans svo hann sjái.
Þá opnaði drottinn augu þjónsins og hann sá að fjallið var þakið eldhestum og eldvögnum umhverfis Elía og hann. Her Guðs var til staðar og með þeim. Og það miklu sterkari og miklu öflugri her heldur en nokkur mannlegur her sem gæti reynt að koma gegn þér. Þjónninn sá hann bara ekki, af því hann sá ekki inn í hinn ósýnilega heim, en Elísa spámaður Guðs, hann sá inn í hinn ósýnilega heim og hann sá hvað Guð var að gera og hann var alveg óhræddur. En þessi staða sem þjónninn var í er staða margra kristinna manna í dag. Þeir festast inn í þessari efnislegu veröld og þeir horfa á kringumstæður og meta sjálfan sig og líf sitt og stöðu sína út frá því í stað þess að horfa á Guð, í stað þess að horfa inn í Guðsríkið og sjá hvað Guð er að gera þar. Og það er svo mikilvægt að við séum ekki að lifa samkvæmt því sem við sjáum í kringum okkur, að við séum ekki að lifa samkvæmt veikindunum, áföllunum, erfiðleikum eða jafnvel tilfinningum okkar. Mér líður illa, það hlýtur að vera eitthvað að. Og svo framvegis heldur lifum við eftir því sem við trúum. Og til þess að vita hverju við eigum að trúa þá verðum við að lesa í Biblíunni. Við verðum að lesa orðið af því það er sannleikurinn. Við verðum að stilla hjart okkar á orð Guðs. Og við getum spurt okkur hvað er inn í þessari andlegu veröld. Það er fyrsta lagi Guð sjálfur og hans hásæti og allt hans ríki. Og Guð er æðstur, hann er æðri en allt. Hann er algjörlega æðstur. Það er ekkert sem er ofar Guði eða Jesú Kristi. Hann er skaparinn, hann er upphafið, miðjan og endirinn. Allt er skapað fyrir hann og til hans. Hann hefur alltaf verið til, hann mun alltaf vera til. Hann veit allt, sér allt, hefur vald yfir öllu og er sterkar en allt annað. Og Jesús, hann talaði rosalega mikið ríki Guðs og hann segi Guðs ríkið er hér núna, það er innra með ykkur. Og það er þetta sem hann var að tala þessi ósýnilega vídd, það sem Guð er. Og þar eru líka englar Guðs og það er svona þjónandi andar sem eru sendið til þess að venda okkur, hjálpa okkur og þjóna Guði í þessari andlegu veröld. Og það er mikilvægt að við séum ekki að fókusa á þá eða dýrka þá, við fókusum alltaf á Jesús. Við leitum beint til hans. Við þurfum ekki að fara í einhverja milliliði til að fá upplýsingarnar eða lækninguna, við förum beint til Guðs. Það er engin aðskilnaður lengur. Og síðan eru myrkra völd og djöfullinn hann er raunverulegur og illir andar eru raunverulegir og það er mikilvægt að við vitum það og andleg mótstaða er raunveruleg. En sko við þurfum að átta okkur á því að djöfullinn og hans ríki, þetta myrkur, er raunverulegt en það er ekki jafnt Guði. Það er ekki þannig að það sé ykkur barátta góðs og ills í þeim skilningi að djöfullinn sé að ráðast á Guð og Guð sé að verjast með sinn her. Það er ekki þannig. Guð er æðstur, Guð hefur fullkomið og algjört vald yfir öllu myrkri og djöflinum og öllu hans ríki og djöfullinn er langt fyrir neðan Guð að öllu leyti. Djöfullinn er fallinn engill, hann er engill sem Guð skapaði sem féll út af stolti og af því hann vildi vera Guð. Og þannig og englar eru engan veginn jafn okkar Guðs og það er mjög mikilvægt að hjarta okkar sé rétt stillt að þessu leyti að því að samfélag okkar við Guð og okkar staða í hinni ósýnilegu veröld stýrist svo mikið af því sem við trúum. Og ef við erum að trúa því í hjartanu að djöfullinn hafi sé sterkar en Guð eða djöfullinn sé að ráðast á mig stöðugt, þá opnum við dyr fyrir myrkri til þess að gera. Það segir í orðinu, við erum í sókn, það er við sem að ráðumst á myrkrið, ekki öfugt. En ég veit að það eru margir kristnar úti sem eru alltaf að upplifa það að stöðugar árásir frá myrkrinu og finna fyrir því, ég verið á þessum stað, það er mikilvægt að við þroskumst og vöxum upp úr því, stillum hjart okkar, það er við sem að ráðumst á myrkrið og myrkrið flýr undan okkur. Amen. Amen. Og síðan erum við sem andlegar verur
í þessari ósýnilegu veröld líka. Og við lifum þar og störfum og við höfum mjög mikið vald þar og mjög mikið áhrif. Bæði til góðs en líka því miður til ills. Og það eru nokkur lögmál sem langar að fara í og ég veit ekki hvort ég ná að fara í þau öll af því þetta er svo óbúslega stórt efni og mögulega þarf ég að fara betur í þetta í næstu viku. En það er í fyrsta lagi trúar lögmálið og þetta er stærsta lögmálið í ríki Guðs er að við göngum í trú en ekki samkvæmt því sem við sjáum. Það talaði í ensku þýðingu er þetta walk, þýðingunni segir walk by faith, not by sight. Og þetta er nákvæmlega það sem að Elísa var að gera þegar hann sá her Guðs en þjónninn gekk samkvæmt því sem hann sá. Þetta er í 2. Kórinthubréfi 5. kafla 7. versi. Ég er því ávallt hughraustur þótt ég viti að meðan ég lifi á jörðinni er ég að heiman frá drottni því að við lifum í trú án þess að sjá. Þetta er íslenska þýðingin. Við lifum í trú án þess að sjá. Í ensku þýðingunni segir walk by faith, not by sight. Hann segir ég er ávallt hughraustur. Hugsaður. Hann er aldrei hræddur. Jafnvel þótt að komi risastór óvinna hér á móti honum og einum þjóni af því hann veit hver Guð er. Sama gerðist þegar Davíð sigraði Góliat. Ísraelar voru allir að horfa á risann og stærðin hans og styrkans og vopnin hans en Davíð, hann horfði á Guð. Hann sagði hver heldur hann eiginlega hann sé? Veit hann ekki hver Guð almáttugur er? Hann er með mér. Ef Guð er með þér, hver getur að vera á móti er enginn. Enginn. Og trú er svo sterkur kraftur í hjartan okkar sem að mótar hugsanir okkar, orðin okkar, hegðun okkar, skoðun okkar, allt okkar líf. Amen. Og það er svo mikilvægt að við séum að varðveita hjarta okkar og skoða hjarta okkar. Guð, sýndu mér, opinberaðu fyrir mér. Er ég einhvers staðar í vantrú gagnvart þér? Þú veist, af hverju er ég að glíma við þetta vandamál og búin að vera að glíma við það í mörg ár? Sýndu mér, opinberaðu fyrir mér hvað er í hjartanu mínu sem er að skapa þetta. Hjálpaðu mér að finna rótina og Guð mun bænheyra þig og hann mun hjálpa þér og þetta er samstarf. Og trú er ákvörðun og val, alveg eins og við veljum að trúa því að Jesús sé Guð, að Jesús sé drottinn. Það val og svo ákvörðun verður að trú í hjart okkar sem gerir það verkum að Guð getur frelsa sál okkar. Að við endurfæðumst og við öðlumst eilíft líf frá Jesú Kristi sem er fagnaðar erindið sem að Jesús gaf líf sitt á krossinum fyrir svo að við getum öðlast þetta eilífa líf og lifa með föður okkar á himnum í eilíðinni. Af því að lífið sem við eigum hérna á jörðinni, jafnvel þótt við verðum 120 ára, þá er þetta samt stutt líf og það er bara pínulítið sandkorn af allra okkar tilveru. Sálinni eilíf og við viljum dvelja í eilíðinni með Guði. Og ef það er einhver að horfa einhver staðar eða hlusta og þú verður ekki ennþá stigið að skrefa endurfæðast, þá er þetta bara lítil bæn og þú getur haft hann eftir mig núna. Þú getur sagt, góði Guð, kæri Jesús, ég vel að fylgja þér, ég vel að trúa því að þú sért Guð, takk fyrir að fyrirgefa syndi mínar, takk fyrir að endurfæða anda minn, takk fyrir að ég er þitt barn, að ég fæ að lifa í þínu ljósi, í þínu ríki, alla eilíf. Amen. Amen. Og þetta er mikilvægasta skref sem við getum tekið. Og trúin það segir í Hebreabréfinu að það sé ógerlegt að þóknast Guði án trúar. Og Guð, það er svo mikið að lofa Guðs í Biblíunni. Hann vill lækna okkur, hann vill gefa okkur lífi, fyllst ykkur nægð, hann vill leiða okkur, tala til okkar, gefa okkur ráð, hjálpa okkur, elska okkur skilyrðislaust og þetta er allt gjöf frá Guði en hún er háð því að við trúum. Við þurfum að trúa því að Guð gefa okkur þetta, að Guð sé sá sem hann segist vera til þess að geta tekið á móti þessu. Af því að trúin er ljósið sem að opna leið fyrir Guð til þess að starfa í líf okkar með þeim hætti sem að hann vil starfa. Ef við erum í vantrú,
þá kemur myrkur og við lokum fyrir Guð og hans kraft og hans gjafir og blessun. Amen. Og við ætlum ekki að fara djúpt í þetta lögmál en það eru til bæði inn á Spotify og YouTube margir þættir trú. Ef þið farið inn á Spotify eða YouTube og finnið Frelsiskirkjuna vefþættir þá getið þið fundið fullt af vefþáttum og líka hugleiðslubænum sem fjalla sérstaklega trú og hvernig við getum fengið meiri trú og aukið trú okkar. Annað lögmál sem gildir í hinni ósýnilegu veröld, það lögmálið sýn, hugsun og orðin okkar. Og við tölum rosalega mikið þetta hérna í Frelsiskirkjunni af því að í orðskviðunum segir að líf og dauði á tungunnar valdi og Biblían full af visku og fróðleik það hversu mikilvægt það að hafa sýn það hvað við ætlum að gera, hvert við ætlum að fara með Guði, hvað við ætlum að verða. Og síðan þurfum við að velja að stilla hugsanir okkar og orðin okkar til samræmis við þá sýn. Ef við erum búin að vera að biðja Guð lækningu, þá þurfum við að skapa sýn þar sem við sjáum fyrir okkur að við erum orðin heilbrigð. Og við þurfum að hugsa og tala það út en ekki hugsa og tala út það sem í andstöðu við sýnina. Þá erum við að vinna gegn sjálfum okkur og vinna gegn Guði. Að fylgja mér. Það segir í Rómverjabréfinu við að umbreytast með því að endurnýja hugafar okkar. Og við þurfum að vinna með og taka til í hausnum okkur með Guði. Amen. Hver hugsun orka, hvert orð orka og það sem þú hugsar og segir aftur og aftur, það það sem að verður. Það segir í orðskviðunum í King James útgáfunni, as a man thinketh in his heart, so is he. Það sem við hugsum í hjarta okkar, það erum við. Og Jesús kendi að það ekki það sem að fer inn í okkur sem sörgar okkur, heldur það sem kemur út úr hjartanu. Af gnægð hjartans mælir munninum. Það eru illar hugsanir og lastmæli sem að skaða okkur og skaða okkar líf og okkar heilsu. Og það allt og algengt að kristnir einstaklingar sé að tala myrkur og tala veikindi og tala niðurrif og gagnrýni og það það sem að skaðar okkur sjálf og jafnvel aðra líka ef við erum að beina því að þeim. Þannig að við þurfum að vanda okkur og biðja Guð að gefa, og gerum það í hugleiðslubænunum eftir. Að setja innsigla á varir okkar, að endurnýja hugafar okkar og fylla það að ljósi og heilbrigði og fyrirgefningu og kærleika. Amen. Amen. Og síðan lögmál sem kallað hlýðni lögmálið og það þannig að vald í ríki Guðs flæðir í gegnum undirgefni við Guð. Í Jakobsbréfinu 4. kafla 7. versi segir, gefið ykkur því Guði á vald, standi gegn djöflinum og þá mun hann flýja ykkur. Amen. Vald okkar yfir öllu illu og öllu myrkri byggir á því að við gefum okkur Guði á vald. Af því að valdið sem við höfum valdið sem Guð gefur okkur. Það ekki okkar mannlega vald. Það algjörlega máttlaust gagnvart hinu illa. Það valdið, það guðlegt vald sem við fáum að gjöf frá Guði og til þess að taka við því þurfum við að beygja okkur undir hans vald. Til þess að hann geti gefið okkur. Og í þessu felst líka að við erum að hreinsa hjart okkar af hjákvuðum og skurguðum. Svo lengi sem við erum hjarta fullt af þeim, við erum að reiða okkur á annað fólk, við erum að reiða okkur á vinnun okkar, við erum að reiða okkur á tekjurnar okkar, við erum að reiða okkur á alls konar hluti sem ekki Guð, þá erum við að loka fyrir Guð og því sviði í líf okkar. Við predika mikið þetta líka, förum ekki nánar í það. Og þetta hluta því að varðveita hjarta sitt með Guði. Og heyri Guði þegar segir líkt í hjarta, eftir skoða þetta með honum. Og síðan erum við með lögmál sem heitir nálægða lögmálið sem nálægð við Guð. Nálægð við Guð. Og það bara vel þekkt regla í hvaða svona velgengnisfræðum sem til að þinn innsti hringur skiptir öllu máli. Það 5 manneskjur sem hangi mest með, þú verður bara sambland af þeim. Þannig að við þurfum að vanda okkur vel hver í okkar innsta hring og Jesús Kristur verður að vera þar. Hann verður að vera í innsta hring. Og hann bara einn þar, bara Jesús, heilagur andi, faðirinn á himnum, það innsti hringur. Svo kemur innsti hringur og það kannski maki, börn, fjölskylda, síðan, náni vinir og við þurfum að hugsa vel hverjum erum við að hleypa að því að
Þau hafa áhrif á okkur, við höfum áhrif á þau. Og við viljum líkjast Jesú. Amen. Við viljum verða eins og hann. Og ef við viljum verða eins og hann, þá þurfum við að dvelja í hans nærveru. Hanga með honum. Hugsa hann. Fylla hug okkar af honum. Og þegar við gerum það, þá verðum við lík honum. Þegar Móse kom niður af fjallinu, þá ljómaði andlit hans. Þegar hann hafði dvalið á fjallinu með Guði. Það var svo mikið ljós og svo mikið dýrð. Og það er líka mikilvægt að átta sig hvaðan, eins og ég segi, hvaðan kemur þetta vald, það kemur frá Guði. Og það var þannig að þegar maðurinn féll með Adam og Evu, þegar þau snýru hjarta sinni frá Guði og óhlýnust og áta skilningstíð góðs og ills, þá var það í rauninni þannig það sem gerðist í hinum andlega heimi er að maðurinn gaf valdið sem að Guð hafi gefið manninum yfir öllu yfir til djöfulsins. Og djöfullin var höfðingi í þessum heimi og ríkti og við vorum algjörlega undir okuð honum og dauðinn og sjúkdómanir og allt þetta kom inn. En þegar Jesús dó á krossi þá tók hann löglega þetta vald aftur Amen. af djöflinum og gaf okkur það. Og við þurfum að taka við því í trú. Jesús sagði, hinn vondi getur ekki snert þig, hann er undir hælnum á þér. En til þess að við getum lifað í þeim sigri, þá þurfum við að taka við því í trú. Og það er ekki þannig að við erum að reyna að vinna sigur, við berjumst frá sigri en ekki til sigurs. Sigurinn er þegar unnin. Við erum í sókn. En við þurfum að vinna með Guði að komast á þennan stað að vera þarna í þessu trúartrausti. Og það er allt í lagi. Það er persónulegt ferðalag hvers og eins með Guði. Amen. Amen. Þannig að það, þegar Jesú gaf lífs út á krossunum, snýrst ekki bara fyrirgefningu syndana, heldur líka þetta að við fengjum vald yfir öllu illu aftur. Amen. En Guð hefur alltaf haft það. Það hefur alltaf verið þannig. Guð hefur alltaf haft vald yfir öllu myrkri, en við mennirnir fengum það í hendur eftir að Jesú gaf lífs út á krossi. Amen. Og þannig að myrkrið er sigraður óvinur og hann hefur ekkert vald yfir okkur lengur. Nema það vald sem við veitum honum. Yfirleitt ómeðvitað en að frjálsum vilja okkar. Og þannig er valdið okkar frá Guði almáttugum í nafni Jesú. Og við þurfum að hafa predikun, Einar, þú þarft að predika þetta bráðum. Þegar við erum að biðja, þá biðjum við í hans nafni. Amen. Þá höfum við aðgangað hans valdi. Og þetta vald er ekki bara yfir myrkrinu, heldur höfum við vald yfir sjálfum okkur, við höfum vald yfir líkamanum okkar, við höfum vald yfir kringumstæðunum okkar, tilfinningum okkar, heilsun okkar, lífun okkar, jafnvel fjölskyldun okkar. Og það segir í postulasögunni, eins og postulasagan sýnir, að þá lifir kirkjan og hún hefur alla burði til þess að lifa í þessu andlega valdi. Og til þess að við komumst þangað þá þurfum við að eiga náið samband og samfélag við Guð. Heilagur andi á að vera þinn allra nánasti vinur í þínu daglega lífi. Amen. Amen. Þannig að það er mjög mikilvægt að átta okkur að við erum í göngum í andlegu valdi í þessum ósynlega heimi og allt sem við trúum, hugsum og segjum hefur vald, ber með sér ákveðið vald. Sérstaklega það sem við erum að endurtaka aftur og aftur og aftur. Og við þurfum að passa okkur mjög vel að það sem við erum að trúa, hugsa og segja sé heilbrigt, fallegt og gott, það sé ljós og sé í samræmi við það sem Guð hefur gefið okkur í orðinu sínu. Þess vegna þurfum við að lesa í orðinu. Þetta er ekki, og þegar þú byrjar að lesa í orðinu og þú byrjar að finna umbreytingarkraftin, að þá þráir að lesa í orðinu. Og þú munt finna að þér líður betur, þú hefur meiri orku, þú ert heilbrigðari, hugsanirnar eru heilbrigðari, þér gengur betur. Það kemur bara ljós flæði inn í öll sviði lífsþíns. Og stundum er gott að segja, ég ætla að byrja að taka 5 mínútur á dag. Setjast niður, lesa í orðinu, búa til vana, alveg svo að busta tennurnar. Við viljum ekki vera andfúl á daginn.
Það er sama með orð Guðs. Við viljum ekki að hausinn okkar sé í rugli, við viljum ekki að það sé bara þvottavél í gangi eða að það sé óróleiki og ótti í hjartanu. Og Guð gaf okkur orðið meðal annars í þessum tilgangi. Amen. Þannig að við pössum upp á hugafar okkar, við pössum upp á orð okkar, við notum bænina og við lesum í orðinu. Amen. Þetta er grunnurinn í hinu kristna lífi og þegar við tökum þessa hluti saman þá gerast stórkostlegir hlutir í okkar lífi og stórkostleg umbreyting á sér stað og ég veit ekki hvað, ég er búin að breytast mikið frá 2019 og ég horfi stundum tilbaka á eitthvað sem ég var að posta á samfélagsmiðlum, jafnvel bara fyrir 2 árum eða eitthvað gamla tölvuposta og hugsa, vá, hvað þetta er stutt síðan þetta var og stutt síðan ég var svona af því að ég hef breyst svo rosalega mikið bara síðan þá. Og Einar er alltaf að kynnast nýrri söru. Það hlýtur að vera mjög erfitt, bara alltaf aðlagast að nýrri manneskjan. En þetta er þessi þroski og vöxtur sem á sér stað þegar við göngum með Guði og varðveitum hjarta okkar. Og að dvelja, hvernig dveljum við í þessari ósýnilegu veröld, í þessum andlega heimi. Við getum notað bæn til að biðja Guð að hjálpa okkur að sjá. Hjálpa okkur að sjá hann, hjálpa okkur að sjá inn í þessa ósýnilegu veröld og það er bæn sem ég notaði mikið á tímabili þegar mér langaði að sjá betur hvað var að gerast í þessum orkuheimi. Sjá orkun og kraftin og öflin sem voru að eiga sér stað og voru að starfa þar og Guð fór að sýna mér meira og meira og það var líka hluti af minni köllun. Og en við getum ekki séð inn í þessu ósýnilegu veröld ef við erum bara hérna og við erum í stresskasti og við erum í hraða og við erum að flýta okkur og við erum alltaf upptekin og dagskráin er bara algjörlega troðin frá morgni til kvölds og svo leggjum við höfuð á koddann og við erum bara búin á því. Til þess að sjá inn í hina ósýnilegu veröld þá þurfum við að loka augunum og opna augu hjarta okkar. Eða sálarsjón er þetta líka kallað í Biblíunni. Við lokum augunum og við þurfum að kyrra hugann. Og við þurfum að draga djúpt inn andann og slaka á. Og það er þá sem við byrjum að sjá sýnir frá Guði. Það er þá sem að Guð fer að ganga með okkur inn í hjarta okkur og opinbera fyrir okkur hvað er þar. Og það er þá sem við förum að heyra betur í honum. Og það er þá sem við förum að lifa inn í Guðsríkinu, inn í þessari ósýnilegu veröld. Eiga samskipti við Jesú. Ég er búin að kenna yngri stráknum mínum þetta. Og hann segir, mamma, viltu spyrja mig svo ég geti hitt Jesú? Og hann sagði við mig daginn alveg, mamma, ég vildi að Jesús væri hér svo ég geti knúsa hann. Og ég sagði, já, elska mín, hann er hérna. Þú getur kannski ekki knúsað hann með líkamann, en þú getur gert það hérna með því að loka augunum. Og sjá það fyrir, og hann lokar augunum. Og ég segi, hérna, sérðu Jesú? Hann er já, ég og Jesú, við erum saman og við erum hérna inn í skóginum og við erum að tína ávexti og það eru epli og vínber og jarðaber og svo segir hann, mamma, ég finn fyrir Jesú inn í hjartanu mínu. Amen. Og það er svo fallegt og yndislegt. Hann finnur fyrir honum og hann er byrjað að geta átt þetta samfélag við Jesú og eina sem hann þarf að gera er bara að loka augunum og þá getur hann séð hann. Og Jesús sagði að við erum að koma til hans og við erum að vera svo börn. Við erum að vera svo lítil börn sem vilja bara hvíla í fangi himnesks föður okkar og finna fyrir verndans og ást og kærleika, finna fyrir því umvefi okkur og vera bara algjörlega honum háð og upp á hann komin með allt í okkar lífi. Og við æfum okkur í þessu og við þjálfum þetta og við biðjum Guð að hjálpa okkur að komast dýpra og dýpra inn í hann og hans ríki með því að dvelja hans nærveru. Og það er ofboðslega fallegur sálmur 91 sem að fjallar að dvelja í skjóli hins hæsta. Og það er líka verið að vísa í þessa andlegu verið að dvelja þar, búa þar, vera þar. Og eitt sterkasta vopni sem við höfum inn í þessari ósýnilegu veröld er fyrirgefningin. Og fyrirgefning er lífstíll sem að Guð vill gefa okkur. Þetta er gjöf, þetta er blessun. Þegar það er eitthvað myrkur í líf okkar, hvort sem það er áfall, þrenging, ágreiningur, rifrildi, við erum kannski búin að buna út úr okkur neikvæðu sjálfsniðrifi eða
búin að kvart og kveina allan daginn og við finnum bara myrkrið, hnútur í maga, þyngsli í bringu, hraður, hjartsláttur, við erum kannski með hausverk eða þrýsting. Þá erum við að finna fyrir þessa neikvæða orku og þegar við notum fyrirgefninguna, kemur léttir og þetta hverfur. Við afhendum þetta til Guðs. Amen. Fyrirgefningin, hún bara eyðir þessu og við afhendum þetta inn í ljósið til Guðs, þetta farið. Stundum þegar ég búin að sitja á kaffistofinu upp í hesthúsi og ég búin að eiga eitthvað samtal sem svona blanda af einhverju svona röfli og kvarti eitthvað sem ekki í lagi, þá finn ég bara ég hefði kannski ekki átt að eiga þetta samtal. Ég hefði átt að reyna beinu sinni og jákvæðri brautir og þá get ég sagt bara Guð fyrirgeðu þessu samtali, ég afhenda það bara inn í ljósið til þín. Og það það bara farið, við erum ekki fullkomin og Guð ekki að ætlast til þess og við þurfum ekki að vera. Jesús var það fyrir okkur. En við lifum þessum kristna lífstíl til þess að vera í þessu frelsi sem Guð hefur blessað okkur með. Amen. Amen. Og það sem við ætlum að gera núna einmitt að dvelja í fara inn í þessa ósýnilegu veröld, núna í hugleiðslubæninni og mér langar til þess að skora á ykkur að fara á Spotify og followa Frelsiskirkjuna þar og hlusta á hugleiðslubænina daglega. Í hvert skipti sem þið eru að hlusta þá eru það að fara inn í ósýnilega veröld og starfa og verka þar með fyrirgefningu, með trú, með endurnýja hugarfarir, með að velja að tala út bara það sem ljós og líf og fallegt og gott og ef þið takið þetta daglega, þessa daglegu iðkun, þá bara góðir hlutir rosalega fljótir að gerast í ykkar lífi. Þannig að endilega ekki missa af þeirri blessun. Ok, amen. Við ætlum að fara þá í hugleiðslubæn og síðan eftir að stundin lokið þá ætlum við að hafa fyrirbænir eins og alltaf. Og í þessari bæn þá ætlum við að biðja Guð að opna augu okkar, andlegu augun okkar, svo við getum betur séð það sem í þessum andlega heimi og við ætlum að biðja Guð að gefa okkur þrá til þess að varðveita hjarta okkar og skoða hjarta okkar með Guði daglega. Og við ætlum að taka við verkinu sem Jesús vann á krossinum í trú, þessum sigri, þessu valdi sem hann hefur gefið okkur yfir myrkrinu og öllu illu. Og við ætlum að velja það að ganga í trú, að lifa í ljósi Guðs. Amen. Amen. Þegar þú ert tilbúin þá máttu bara koma þér þægilega fyrir. Ég ætla að bjóða þér að draga djúpt inn andann. Og þeir eru blæst frá. Og lokar augunum. Og leyfir þér bara að slaka á. Og ég legg þessa hugleiðslubæn í þínar hendur, Drottinn. Ég þakka þér fyrir að þinn vilji nær fram að ganga með hvert og eitt okkar hér í kvöld. Og ég ætla bara að bjóða þér að endurtaka þessa bæn í hjartanu og gera hana þinni. Himneski Faðir, ég kem fram fyrir þig og ég gef þér hjarta mitt. Og ég biðji Jesús að koma inn í hjarta mitt og lýsa það upp. Ég bið að lýsa það upp með ljósinu þínu, með fyrirgefningunni þinni og með því verki sem að þú vannst þegar þú gafst lífið þitt á krossinum. Og ég þakka þér fyrir, Jesús, að þú opnar augu hjarta míns, að þú opnar sálarsjón mína og hjálpa mér að sjá það sem þú vilt að ég sjái inn í þessari andlegu veröld. Og ég þakka þér fyrir, Jesús, að þú varðveitir hjarta mitt
að þú hefur gefið mér nýtt hjarta og þú hefur hreinsað mig með blóði þínu. Og ég vel að taka við orði þínu og fyrirgefningu þinni inn í hjarta mitt í trú. Og ég vel að trúa þér og orði þínu og ganga í þeirri trú. Og ég þakka þér fyrir, Jesús, að þú hefur unnið sigurinn, sigur yfir öllu myrkri, og þú hefur gefið mér þennan sigur, þú hefur gefið mér vald yfir öllu illu. Í Jesú nafni, amen. Og ég bið þig, heilagur andi, að kenna mér orð þitt, og kenna mér að dvelja í þínu skjóli, í þínu ríki, í hinu ósýnilega. Ég kem fram fyrir þig, Jesús, og iðrast allra skurðgoða og allra hjákvuða sem ég kann að hafa haft í mínu hjarta eða hef. Og ég vel að afhenda það allt til þín núna. Og ég vel að snúa hjarta mínu fyllilega og algjörlega til þín. Og ég bið þig að setja innsigli á varir mínar, svo að hvert orð sem ég mæli sé fullt af ljósi. Amen. Sé fullt af lífi og blessun. Hjálpaðu mér, Jesús, að trúa, að hugsa og að segja eingöngu það sem kemur frá þér, sem er fallegt, gott og heilbrigt og uppbyggjandi. Hjálpaðu mér, Jesús, að vera fljótur að fyrirgefa. Í Jesú nafni fyrirgefi sjálfum mér og öllum öðrum líka. Ég afhendi fortíðina mína inn í ljósið þitt, Guð, og ég vil að taka við nýrri framtíð frá þér. Við nýrri sýn frá þér, Jesús. Settu sýnina sem þú hefur fyrir mitt líf inn í hjarta mitt núna. Og ég þakka þér fyrir tilganginn sem þú hefur gefið mér.
Ég bið að kraftar mínir verði nýttir þér og þínu ríki til dýrðar. Í Jesú nafni þá gef ég mig þér á vald. Ég beygi mig undir þitt vald, Jesús. Og ég bið að gefa mér auðmjúkt hjarta. Ég bið að gefa mér elskandi hjarta. Og ég bið að ég megi vera þitt ljós í þessum heimi. Og ég bið að ég megi vera blessun inn í líf annara. Í Jesú nafni. Mér langar til að biðja núna fyrir öllum þeim sem eru að hlusta og ég ætla að biðja heilagan anda að leiða þessa bæn. Í Jesú nafni, látið ekki hugfallast. Guð gefur kjark og hugrekki og dirfsku. Guð almáttugur sjálfur er alltaf með þér. Hann fer fyrir þér. Hann hjálpar þér. Og hans hendi umvefur þig og styður þig. Og ég finn bara svona tilfinningalega lækningu eiga sér stað núna. Tilfinningarnar okkar eru ekki Guð og þær eru ekki að stýra okkur og stjórna okkur. Og heilagur andi bara, hann læknar tilfinningarna hérna núna. Tilfinningar skipta máli, þær eru þarna, þær stjórna þér ekki. Þú stjórna þeim. Og ég skynja gleði Guðs sem að veita styrk núna. Og hann að veita styrk öllum þeim sem hafa verið að upplifa máttleysi eða máttvana hné. Það kemur bara gleði og styrkur Drottins. Ég skynja að heilagur andi, hann að reka burt ótta og óöryggi og hræðslu og draga þig nær sér. Segir ekki óttast. Ég er með þig, ég er með þér. Þú ert aldrei ein, þú ert aldrei einn. Og það kemur ný von og ný sýn og ný gleðin í hjartað núna. Og Guð ætlar að sýna þér meira og meira. Hann er með plan og hann er með áætlun fyrir þitt líf. Og sú áætlun er heilbrigð og falleg og góð og uppbyggjandi. Og hann er svona, heilagur andi er svona að opna eyru okkar betur svo við megum heyra betur orð hans. Og það er svona hvatning til þess að lesa í orðinu og bara ég bið heilagan andi að setja þrá í hjarta þitt eftir hans orði.
Orð Guðs er næringin okkar, maturinn okkar sem við þörfnumst daglega. Þetta er ekki skylda, heldur er þetta blessun, þetta er gjöf. Nú ætlum við bara að dvelja og leyfa heilugum anda að stækka ljósið innan með okkur. Ég skynja bara rosalega sterkt ljósa sem hann er að lýsa okkur öllu upp. Lýsa upp hjarta okkar, lýsa upp hugsanir okkar, lýsa upp orðin okkar. Í Jesú nafni, þú ert heilbrigð, þú ert heilbrigður. Ég tala líf og ljós og lækningu inn í þig og þitt hjarta og alla þína fjölskyldu. Það sem hefur verið sundrung, kemur sameining heilags anda. Það sem hefur verið sorg og reiði og gremja og vonbrigði. Það kemur gleði og kraftur og von. Það sem að traust hefur verið brotið, kemur lækning og traust heilags anda flæðir inn. Og hann er að gefa þér traust inn í hjartað núna gagnvart sér. Og þú treystir Guði algjörlega. Í Jesú nafni tala ég hvíld heilags anda inn í hjartað. Leyfðu hvíld Guðs að fylla hjartað. Og það rekur alla þreytu, alla streitu, alla bugun og brott núna í Jesú nafni. Og ég tala það út, það sem Jesús Kristus sjálfur hefur sagt, hinn vondi getur ekki snert þig, það er þú sem ert í sókn, ekki vörn. Og lifandi vatn flæðir út í hjartaneðinu sem er ljós heilags anda. Og þetta ljós sem að flæðir út úr hjartaneðinu snertir við öllum sem þú hittir, öllum sem þú biður fyrir. Og það blessar. Og Guð er að segja, blessunin sem að streymir frá þér inn í hinni ósýnilegu veröld er svo miklu, miklu meiri og stærri heldur en að þú sérð eða gerir þér grein fyrir. Hver einasta bæn, hver einasta blessun sem kemur frá þér getur Guð tekið og margfaldað. Og í hvert sinn sem þú blessar aðra, þá opnast himinninn og Guð blessar þig margfalt. Í Jesú nafni blessa ég ykkur. Og ég þakka þér fyrir að himinninn opnast núna og heilagur andi kemur með holskeflu af blessunum yfir þig og þína fjölskyldu og þitt líf. Þú ert blessuð manneskja. Líf þitt er blessað. Og mér langar núna áður en að við komum tilbaka, langar mig til þess að biðja hvern og einn, bara að fylla hugan af Jesú. Bara sjá hann fyrir þér í huganum. Ég fylli hugan og hjarta mitt af þér, Jesús, núna.
stórkostlegi, fallegi, himneski Jesús. Amen. Takk, Jesús.